Jæja, komið þið sæl. Hérna hún, Elva Ágústsdóttir dýralæknir sem ég talaði við síðast í þættinum Hvítum máfum. Og hún talar mál bæði manna og dýra. Gaman að heyra hvernig hún tekur á sínu starfi. En það kominn nýr gestur í Hvíta máfa. Það íþróttamaður, íþróttaþjálfari, framsóknarmaður, bæjarfulltrúi. Og ég veit ekki hvað og hvað, sjómaður og ég veit ekki hvað og hvað. Við skulum komast að því hver þetta en ég ætla að kynna samt. Jóhannes Bjarnason. Takk fyrir það. Blessaður. Velkomin. Takk. Þetta eru margir titlar. Já, það vantaði nú með að sjá nokkra að inn. Komdu með fleiri? Ég formaður Hollvinafélags sjúkrahússins. Já, ég gleymdi að segja það. Fyrirgefðu. Það nú það sem að svona utan við mín föstu störf á hug minn allan þessa dagana og mánuðina og við erum að vinna á mörgum vígstöðum í að efla og styrkja sjúkrahúsið okkar sem við viljum öll hafa sem best. En hvernig í ósköpunum ég ætlaði nú reyndar að fara inn í bæjarstjórnina fyrst en það skiptir engu máli. Hollvinasamtök nú heitir það bara sjúkrahúsið á Akureyri. Já, nú heitir þetta SAG. Sjúkrahúsið á Akureyri. Já, og þú ert formaður Hollvinasamtakanna og þú gengur inn í það á hvaða forsendum? Já, sá sem óskaði nú eftir því og arkitektinn að þessu félagi Stefán Gullarsson, Stebbi Gull. Já. Hann lenti í miklum veikindum og þurfti að ganga stundum mikla aðgerð og njóta aðhlynningar á sjúkrahúsinu hérna og hann eins og svo margir aðrir sem ekki hafa þurft að koma á sjúkrahús, hann dáði svo að starfsfólkinu, dáði svo að þessari alúð og einlæga vilja til að koma honum til bata. Hann hugsaði með þess að ég verð bara að gera eitthvað fyrir sjúkrahúsi. Já, Snittuboðið fyrir lyfjadeildina, það var ekki nóg. Þannig að hann hóar saman hópmanna og hefur söfnun fyrir hvorki meira en minna 35 nýjum sjúkrarúmum og það leyti Hollvinafélagið stofnað og það var Stefán óskaði eftir því að ég tæki með formennsku. Og mér var gjörsamlega fyrirmunað þráttur ég hefði miklu meira nóg að gera. Ég gat ekki sagt nei. Vegna þess einfaldlega að ég hef átt þau samskipti við þessa stofnun að hún hefur bjargað einu lífi sem lítil dóttir mín. Og ég hef svo rifjað það báður að ég eini karlmaðurinn á Íslandi sem legið hefur inn á kvennadeild í 6 vikur. Það reyndar ekki neitt í sérstakri skoðun þannig séð en kona mín lenti í miklum hremmingum og við bæði og við fengum afburða aðhlynningu á sjúkrahúsinu. Og þegar ég var beðinn að taka mig formennsku í þessu starfi þá var bara ekki hægt að segja nei. Nei. Það kannski svo, Jói, má ekki kalla Jóa? Jú, þú kallaður mér dög bregður alltaf að ég kallaði Jóhannes. Ég aldrei kallaði Jóhannes nema þegar kona mín að skamma mig. Það gerist nú enda nokkuð oft en það hún sagði. Já. En þeir sem eru tengdir þessum Hollvinasamtökum og þeir sem eru það stjórna, þetta stórum hluta fólk sem hefur notið aðhlynningar á sjúkrahúsinu. Já, langflestir hafa þekkja reynsluna af því að vera þarna eða eiga ættingar sem hafa verið þarna. Já, reyndar hefur hver einasti bæjarbúi sem hefur búið hér meira heldur en bara nokkra mánuði einhverja tengingu við sjúkrahúsi. Mismikla. Ég get nefnt bara sem dæmi að ég hef verið í sambandi við nokkra hópa sem hafa mist vinnufélaga, bara góðan félaga eða vinn og vilja minnast viðkomandi. Þeir hafa haft samband við mig og ég svo milligöngumaður hjá sjúkrahúsinu með að finna eitthvað tæki sem að þessi hópar kaupa og gefa spítalanum og geri þar að leiðandi stofnununa betri. Já. Nú erum við að hamast við að safna fyrir ristilspeglunartæki, nýju, sem kostar 15-16 milljónir og erum komnir vel áleiðis með það. Og ég ætla svona aðeins að misnota aðstöðuna bara og fara bara niður á Skeljarnar og grátbiðja Akureyringa að ganga til liðs við okkur í Hollvinafélaginu á sjúkrahúsinu og ég veit að þú ert Hollinur vantarlega.
Ég hef notið aðlýningar á sjúkrahúsinu. Já, en það er hægt að gangi samtökin á heimasíðu sjúkrahússins á linknum eða leiðinni Hollvinir. Þar er þetta skrá sig í félagi og það er 5.000 kr. árgjald. Já, það er allt og sumt. Það er allt og sumt. En það munar það, við erum komið með mörg hundruð manns í félagið og erum með tryggan tekjupóst upp á nokkra milljónir á ári. Á ári, já. En það er stundum þar sem að fólk er að velta fyrir sér, sko, í sambandi við sjúkrahús. Kvenfélagið Hringurinn í Reykjavík hefur haldið upp í heilu barnasjúkrahúsi þar áratugum saman. Já. Það er alltaf verið að gefa einhver ný tæki og annað. Sumir spyrja, auðvitað, ég er alveg til í að taka þátt í þessu, en er þetta ekki hlutverk einhvers annars? Er þetta ekki hlutverk, sko, ríkisins, þú borgar tíð ríkisins, á þá ekki ríkið að sjá þetta? Okkar sameiginlegi sjóður. Þetta er alveg hárrétt. Málið er eins og það að við gengum hér í gegnum dýpstu efnahagslægð sem gengi hefur yfir Ísland líklega og það er takmarkað fjármagn sem að hægt er að spila með í gegnum heilbrigðisráðuneytið og hvort heldur sem að það væri eða væri ekki, þá er félag eins og Hollvinarfélagið sem styrkir og kemur til aðstoðar þar sem þarf, peppar upp starfsfólkið. Starfsmannafélagið er mjög ánægt, held ég, með okkar starfsemi. Rúmi 9 hafa reynst starfsfólkinu vel, það er auðveldara að eiga við sjúklingana og svo framvegis. En ástandi er einfaldlega þannig að sjúkrahúsi hefur þurft að sætta sig við mjög lágar fjárveitingar til tækjakaupa vegna kreppunar. Var það ekki áður líka? Jú, en ekki eins slæmt náttúrulega. Við erum hins vegar núna með svo mörg járn í eldinum, með svo mörg tæki í sigtinu, með svo mörg félagasamtök og svo marga einstaklinga við að styrkja okkur að hjálpa. Já. Stefán Gunnlaugsson er náttúrulega eins og ég sagt áður, hann er í fljótari með skóflu og haka að gera vaðleiðargöngin heldur en þeir sem er að sprengja fyrir þeim núna. Og hann er duglegri en allt í að vinna í þessum málum og ég reyni auðvitað að hlaupa á eftir honum og gera það sem ég get og aðri stjórna mig líka. Og við erum með sko 10-15 verkefni í gangi sem öll stuðla að því að kaupa og koma upp tækjabúnaði, fjölga félögum til að fá meiri tekjur og gera sjúkrahúsi eins fullkomi og mögulega getur. Já, nú er talað sko fjórðung eða sjúkrahúsið á Akureyri versus Landspítalann. Mjög margir hjartasjúklingar þurfa að fara til Reykjavíkur til aðgerða eða skoðunar. Hvaða tæki þarf til dæmis þyrfti hingað til þess að það væri hægt að fækka þessum ferðum? Sko, nú vinnum við þetta þannig að við fylgjum bara ábendingum lækningaforstjóra sjúkrahússins hvar við eigum að beina athygli okkar næst. Núna erum við að safna fyrir ristilspeglunartæki. Er það ekki til hér? Það er til, en það er til fullkomnara og miklu betra tæki núna. Þetta er hvað gamalt sem er? Þetta er nokkur ára gamalt og tækniþróun í þessu geysilegur og þetta var það sem að lækningaforstjórinn ráðlaði okkur að ráðast á næst. Já. Síðan eru tilfallandi gjafir eins og ég nefndi áðan frá einstaklingum og félagasamtökum sem að styrkja okkur bæði í þessu og öðrum verkefnum líka. Við erum að til dæmis að reyna að hjálpa geðdeildinni við að endurnýja rúmin þar. Við erum með fjölmörg önnur verkefni sem við erum að atast í út allt og vonandi enda öll á þann veg að við fáum verulegan fjölda nýjum, góðum tækjum til að auðvelda starfsfólkinu í vinnuna. Já, en Jói, það sem þið byrjið á, þessi rúm, hvað var það mörg? 35. 35 ný sjúkrarúm. Já. Þetta er nú engin svona fermingabettar. Nei, þetta eru fullkomin sjúkrarúm með rafmagnsstýringu og gera starfsfólki og sjúklingum lífið mun auðveldara. Þetta hljóta að vera 20 milljónir? Já, þetta hljópa á 3-2 milljónar. Hvar fáið þið peninga? Hverja ráðist þið á, eins og við getum sagt? Hvar eru þið að betla? Við fengum gríðarlega góðar viðtökur hjá fyrirtækjum hér í bænum sem að styrkt okkur alveg geysilega mikið. IKEA, ég geti nefnt fjölmörg fyrirtæki, ég vil ekki fara svo ég gleymi ekki neina. Nei, akkurat. En það tókst að safna þarna á 3-2 milljóna fyrir þessum fullkomnu rúmum. Við vorum mjög heppnir, Landspítalinn var að pantast mjög mörg stór
með stóra pöntu sem við komumst inn í, þannig við fengum þetta ódýrara. Og núna sem sagt búið að losa þessi gömlu rúm og það eru komin ný fullkomin rúm á þær deildir sem mest ríður á að hafa góð rúm, það er að segja legudeildirnar. Og þetta er auðvitað gríðarlegur fengur fyrir sjúkrahúsið og þeir þurfa þá ekki að eyða peningum af sinni fjárveitingu í að kaupa þetta. Nei. Við sáum það. En snúum okkur öðru. Í upphafi þá talaði ég ýmsa titla. Íþróttamaður, íþróttaþjálfari og framsóknarmaður og bæjarfulltrúi og formaður. Hver hefur sinn djöful að draga náttúrulega? Áttu við framsóknarmaður? Já. Jói, framsóknarmaður. Já. Á þeim tíma þegar þú kemur inn og ferð inn í bæjarstjórn á Akureyri sem framsóknarmaður, þá var nú ekkert sport að vera framsóknarmaður. Ég var slétt saman það. Málið var einfaldlega að ég var ekkert gríðarlega pólitískur í mér eða hafði neina sérstakar ambisjónir það að fara inn í bæjarstjórn. Málið var hins vegar að ég átti háaldraðan föður sem að þurfti sárlega á hjúkrunarrými að halda. Þá var langur biðlisti. Bæjaryfirvöld þau sváfu djúpum svefni, vísuðu bara á ríkið á að bjarga þessu. Þetta er ekki okkar mál, en þetta eru okkar foreldrar, þetta er okkar fólk, þetta eru bæjarbúar Akureyrar. Já, okkar þegnar. Og bæjarstjórn getur ekkert bara setið með hendur í skauti og hort upp á 60-70 manns á biðlista eftir hjúkrunarrými. Já. Og ég talaði við nokkra aðila, ég var ekkert, Framsóknarflokkurinn var ekkert endilega fyrsti kostur, nema ég ræði bara við aðila þar og þar var stillt upp á lista og ég var settur þar í 3. sæti sem var baráttusæti og ég hafði í raun og veru bara eitt mál fram að færa, að bæjaryfirvöld hunskuðust til þess að hjálpa þeim sem að gerðu okkur það auðvelt að búa við þær dásamlegu aðstæður sem við búum við í dag. Og ég fór að aðtast í ráðuneytum og fór ferðið suður og það sem ég hótaði bara úrsögnum og flugeldasýningum og látum og svikum og öðru og við svo sem til að taka kúfin að þessu þá endur byggðum við Skjaldavík, tókum svona kúfin af listanum þar og endanum eftir margar ferðir og margar hótanir og það er nú ekki hægt að rífast við Jón Kristjánsson, hann svo mikið prúðmenni. En mér tók samt að hækka róminn á hann, að þá tókst að berja það í gegn að það var byggt við hlíð, glæsileg bygging og ég er bara mjög stoltur af þeirri byggingu og mér tókst að öfugt við marga aðra stjórnmálamenn, mér tókst að standa við þau loforð sem ég gaf þeim efnum. Það er magnað. Já, og mér er mjög hlýtt til gamla fólksins og ég svona beitti mér mjög mikið á þeim árum í að bæta þjónustu fyrir aldra fólk, bæði hvað varðar heima hjúkrun og hlynningu og svo framvegis. Er þetta svo að þeir sem að ungir eru og eru að komast inn í bæjarstjórn og annað slíkt og inn í stjórnunarstöður eru í hæstlaunuðu stöðunum og öðru slíku, að það bara færi til hliðar eða hugsar ekki það að einhvern tíma verður þetta fólk fullorðið og þarf á þessu að halda? Já, því miður. Þessi málaflokkur var þarna árið 2002-2001 þegar ég að koma inn í þetta, þá var algert ófremdar ástand og ég gat ekki skilið með fullri virðingu fyrir þeim sem þá sátu í bæjarstjórn. Meirihlutanum sem þá var, það var svo kallaður Akureyrarlisti og Sjálfstæðisflokkurinn. Hvernig menn gátu bara bent á ríkið og einhver bréf sem þeir hefðu skrifað á ráðuneyti og sagt bara við getum ekkert gert. Ég hefði, ef ekki hefði tekist þessi samningu við ríkið, við náttúrulega vorum innréttuðum Skjaldavík á okkar reikning og við borguðum hluta framkvæmdunum upp á hlíð, við lögðum fram heilmikla peninga til þess að notuðum það sem beitu á ríkið til að hefja þessar framkvæmdir. Einn virðulegur bæjarfulltrúi kallaði það mútufé og það er besta mútufé sem ég hef nokkuð tímann heyrt af því að það fór sannarlega í gott málefni. Já. Og ég held nú að viðkomandi bæjarfulltrúi, hann hafi nú skammað sér svolítið eftir en ég hefði borgað þrefalda þá upphæð ef þurft hefði til að koma þessu stað. Þú átti sjálfur fullorðna foreldra? Ég átti fullorðinn föður. Móðir mín lést nú allt of snemma. Hún fekk bráðahvítblæði og lést langt fyrir aldur fram. En ég átti föður sem að
var í miklu vandræðum og var ófær að sjá sig sjálfur. Var bara í gjörgæslu hjá okkur bræðrum sem voru búsettir hér í bænum og var komið með elli glöpp af ýmsum toga og Parkinson-veikur og komst bara ekki inn í hjúkrunarrými sem hann svo sannarlega þurfti. Ég gat bara ekki þolað þetta ástand og þetta algjöra andvaraleysi þeirra stjórnmálamanna sem þarna komu að í bæjarstjórn. Já. Áhugaleysi var fullkomið. Þetta, sko, ég náttúrulega vissi hver pabbi þinn var og allt það og þessi hörkunagli. Það var ömurlegt að horfa upp á hana stolta, kraftmikla, jaxl, þurfa að Bjarna Jóhannesson skipstjóra og framkvæmdastjóra að geta ekki klárað sitt lífslaup með stolti og með þeirri þjónustu sem á bara að vera tilbúin þegar þörf á. Það var dapurlegt að upplifa það. Og þeim sem komu að öllum hliðum til háboruna skammar. Heyrðu, þetta er fínt, það er ágætt að skamma svona því að nú þurfum við að fá eitthvað lag til að hlusta og skoða fleiri myndir. Já. Hvaða lag viltu? Já, þú settir mig nú í mikið bobba með því að byrja. Það eru mörg hundru lög sem ég held upp á en... Eigum við þá ekki að hafa bara eitt svona tónlistaþátt? Það væri mjög gaman. Ég hef mikið gaman að hlusta á músík en þetta gengi í kringum spilverk þjóðanna, stuðmenn, Þursaflokkinn. Þetta hefur verið mitt fólk í gegnum árin. Ég hef hlustað á spilverkið, Þursarnir eru í sérstöku uppáhaldi, stuðmenn náttúrulega, maður elti stuðmenn alla leið til Egilsstaða til að komast á ball hjá þeim, fór í Atlavík og þessi grúppa, hún hefur, þessi hópur sem stendur að þessum þremur aðskiljanlegu hljómsveitum hefur alltaf heillað mig mjög mikið. Og einu sinni var sagt að eitt lag Þursana, að það smell passaði eiginlega við mig. Nú. Það var einn vinur minn sem sagði það og ég svo sem var nú ekkert sérstaklega gátur með það en svona þegar maður hlustaði nokkuð sinnum á það þá gat maður alveg samsvara og það heitir Pínulítill kall. Ég er pínulítill kall þó maður leikir sér stundur svolítið stóran. En ég valdi lagið Pínulítill kall með Þursaflokknum. Við skulum hlusta það. Þú ert pínulítill kall. Þú ert lítill kall. Jafnvel minni. Þú ert pínu lítill kall. Jafnvel minni en þú varst í gær. Pínu lítill kall. Pínu lítill kall. Nema. Þetta var Pínulítill kall og sem að var að spilast hér í gegn fyrir Pínulítinn kall. Já. Þú ert nú ekki kall, Jói. Jú. En það? Já. Þetta er svolítið kall. Ég fengi hvern raskellin á fætur öðru sem minnir mig á háan aldur. Ég hef verið spurður af því að ég á náttúrulega 4 bræður sem allir miklu eldri en ég. Það spurði mig alveg óvillus maður af því í sundi hvort það myndi það ekki rétt að ég væri elstur okkar, langelstur okkar bræðra. Elsti bróðir minn er 74 ára. Það þýðir að ég ætti að vera komin vel yfir 8. Ég var stoppaður upp í leikskóla sem nú ég hélt Flúðir þá, ég átti þar erindi og var þar að labba inn á skrifstofu hjá leikskólastjóra. Þá stöðvaði mig lítill drengur og reif í peysuna mína og skoðaði mig upp úr og niður. Ert þú afi íþróttaálsins? Magnús Skeifingar, ég gamall og ég, þannig að ég var ekki pabbi hans, ég var afi hans.
Og dóttir mín spurði mig þegar hún var 6 ára, varst þú til þegar riðsælurnar voru til? Þannig að það ringdi mann áminningunum að maður ekkert unglamb lengur. Æjó, Og þegar maður fer að hugsa þetta líka, sko, ef við tökum bara handboltan sem nú alveg sér þáttur út af fyrir sig, að ég þjálfaði handbolta í 33 ár þegar maður telur þetta saman. Þú hefur bara verið unglingur þegar þú byrjar? Já, ég byrjaði 17 ára. Jón heitinn Hensley, hann kom inn í búningsklefa hjá okkur þriðjaflokksdrengjum hjá KA eftir æfingu. Það var nú svona, það var ekkert sérstaklega fagleg vinnubröð í kringum yngri flokkana. Og hann kemur inn og segir að það vantar þjálfara á 15 flokk drengja. Og lítur yfir hópinn og segir svo, Jó, ert þú ekki alveg kjörinn í þetta? Og ég bara, sennilega hefur stýrt á ofan, ég sagði bara jú og fór inn í sal og byrjaði að þjálfa. Já, bara beint? Já, fór ekki í sturtu eins og. Já. Og þar með upphófst þessi ferill sem að hefur staðið með stuttum hléðum þegar ég hef verið í námi og annars staðar, en þetta eru 33 ár sem ég hef verið með flauturnum hálsinn. Já, ég ætlaði einmitt að hérna, hvernig ertu í hálsinum? Finnur ekkert fyrir þessu? Hálsinn fínn með bakki að slæmt þessu. Já. Ég er búinn að glíma með brjósklós í vel á annan áratug í bakki og valdi mér ómældum leiðindum og maður er oft þurft að taka á stóra sínu við að halda bara góðaskapinu þegar bakki hefur verið ergjamann. Það er enn einn sagan, sko. 33 ár? Já. Sko, þú ert núna að þjálfa ýmsa flokka, aldursflokka. Alla? Talar ekki um það, ok. Áttu þá ekki marga titla eða þið? Jú, alveg heilan haug af þeim. Ég reyndar þó að hljómi ótrúlega því að því ég er keppnismadur í mér, þá leit ég samt ekkert endilega á þjálfunina í gegnum árin alltaf þannig að vinna. Ég leit svona alltaf á þetta, ég var svo háfleygur, ég leit alltaf á þetta sem svona hálfgerða mannrækt líka. Að svona koma ákveðnum prinsipum inn hjá mínu lærisveinum. Að suma hluti gerði maður ekki, suma hluti gerði maður. Einbeiting á verkefni og útilokun á öðru og það að loka sig ekki af með einhver vandræði og reyna að spjalla viðeigandi aðila og svo framvegis. En hvort sem að sú manneldis stefna eða þjálfunar, ég held nú kannski að það nú verið meira þjálfunar stefnan að þá unnum við fjölmarga titla og ég held ég í einhverja 30 Íslands- og deildarmeistaratitla og bikarmeistaratitla og hátindurinn á því er náttúrulega bikarmeistaratitill KA í meistaraflokki 2004 fyrir framan troðfulla Laugardalsvalla KA-mönnum. Það sem við söguðum framara bara niður í búta, það var ógleymanleg stund, algjörlega ógleymanleg. En ertu hættur? Í bili þarf ég að hætta. Ég er að fara að leita mér lækninga í Stykkishólmi út af bakkinu. Já. Ég er að fara nú í nóvemberbyrjun og það er svona svolítið óvissuferð að hvað ég fæ góðan bata. Ef ég fæ hann góðan, þá held ég áfram. Það er alveg ljóst. Já, þú ættir að halda áfram? Ef ég bara mögulega get. Ég hef afskaplega gaman að þessu. Já. Við talum um fjölskylduna þína en við erum ekkert búin að nefna hver kona þín er. Kona mín heitir Kristín Hilmarsdóttir. Hún er dóttir þjóðsagnapersónu á Akureyri, Marra Gísla. Hilmars Gíslasonar, bæjarverkstjóra. Bæjarverkstjóra, sem að ég vil meina að sé snjallastur allra Íslendinga í því að moka snjó. Hann á gríðarlega stóran hluta af Akureyri. Hann malbikaði og stjórnaði þessu öllu saman fram og tilbaka miklum skörungskap og ég veit ekki hversu mörg 100 manns hafa sagt við mig, ég var að vinna hjá tengdapabbaðinu. Það var mikill öðlingur, mikið var gott að vinna hjá hann. Jói, ég var að vinna hjá tengdapabbaðinu. Í Malbiki? Já. Ég giftist náttúrulega inn í eina hörðustu Þórsfjölskyldu bæjarins. Já, og tókst það ekki sæmilega? Jú, það gekk mjög vel. En þú gleymdir einu varðandi það með mögulega starfsframa, móðir minn heitinn sem var mjög trúuð. Þegar ég var búinn að segja henni það að ég væri hættur að fara í stýrimannaskólann, þá sá hún sér leika á borði, farið í guðfræði. Vildi gera mig prest. Já. Þú getur rétt ímyndað hvers slags prestur ég hefði verið. Séra Jóhannes Bjarnason. Séra Jóhannes Bjarnason. Þetta hljómar ágætlega. Þjónað fyrir altari. Já. Já.
Ég er ekki persónuleikinn í að vera prestur, það er nokkuð ljóst. Hún var nú held ég búin að koma auga á það mjög fljótlega. Þá sá hún annan kost í stöðunni. Það var að senda mig sem kristniboða til Keníu, Konsó í Keníu. Þar myndi ég nú vera fínn. Ég innræta kristna trú hjá einhverjum sem að trúðu á stokk og steina. Já. En ég benti hann á það að ég væri svo heitfengur á íslenska sumari, ég réði nú alla við það, þannig að þar gæti ég aldrei endað. Þannig að við enduðum á því að hún er sko gamall þorpari, hún ólst upp í þorpinu, Já. í fátækt og afi minn Freysteinn, hennar faðir var mikill kommunisti og ég held ég hafi örlítið votta því í minni framsóknarmennsku. En við sættust á það að ég byggi 10 ár í þorpinu og reynda kristna Þórsarann yfir í KH og ég náði einum. Það er kona mín. Þú náðir einum. Já, ég hef algjörlega frelsað hana. Já, þú kallar það svo. Já. Heyrðu, Jói, komstu með einhvern hlut til að sýna okkur? Já. Ég nefndi þetta við þig, mundirðu það? Já, ég mundi eftir því. Já. Hann er stórfurðulegur. Já. En á hádramatísku stundu þá tók ég þennan hlut og það er reyndar ekki nema 8 ár síðan. Ég hef aldrei verið með neitt svona og hef nú yfir höfuð verið lítið hjátrúarfullur. En þegar að dóttir mín litla var búin að vera á lífi í 2 sólarhringa og hún var ekki komin nafn einu sinni, og tók ég eftir því að allstaðar þar sem að fólk hafði verið með börn lengur en við í sömu baráttu, upp á líf og dauða, upp á hverja mínútu. Það voru allstaðar svona einhverja fígúrur, bánsar eða tuskudýr, einhver sem voru höfð þarna upp á einhverju tækjónum. Þannig að ég brunaði hakk upp og keypti eitthvað kvikindi, einhver bánsa. Og þegar ég er nú mjög fingralipur, afskaplega lipur í höndunum, var að taka þetta úr umbúðunum og sleiti ég óvart af hérna merkið. Og svo laghendur og gast ekki að opna pakka? Nei, það tókst ekki. Þannig að það datt í gólfið og bánsið var settur upp á öndunarvélina. Og þetta litla plast hef ég haft með mér á öllum þeim ögurstundum sem ég þurfti að, og þetta var í vasa mínum allan þann tíma sem við vorum í ökudeildinni. Alltaf þegar ég þarf að flytja einhvern fyrirlestur eða einhver pressaðir þá er þetta í vasanum. Þetta geymi ég á stað sem ég get ekki klúrað hlutnum. Þetta er ekki merkilegur hlutur en Nei, en það er sama. Hann tengist bara svo miklum átakatímum. Þarna stóð ég einn í mikilli baráttu, í lífsbaráttu með 650 gramma dóttur. Já. Og þetta festist bara algjörlega í höndum mér og ég einhvern veginn fekk trú á því að þetta myndi hjálpa okkur. Veistu að við þurftum að tala margt fleira og til dæmis áhugaðinn á hérna svona mannrækt eða lýðheilsu. Já. Við gerum það nú einhvern tíma seinna bara. En það var gaman að fá að spjalla við þig. Þú ert í gallanum og varst að koma úr vinnunni bara beint með flautunum og allt og þannig líður það kannski best. Já, ég myndi segja að svartasta hliðin við bæjarfulltrúaembættið var þessi þrefis jakkafata skylda. Ég leið eins og í spennitreyju bara og fór bara úr karakter ég fer alltaf úr karakter þegar ég þarf að fara í jakkaföt. Mér líður bara illa í jakkaföt. Það er ekki minn klæðnaður. Svona átt að vera. Já, svona er ég. Takk fyrir komuna. Gangi þér vel. Takk að þér.